Brekkukotsannál. Þetta í miðjum 27. kafla. Hér heldur áfram að segja frá því þegar Álfgrímur heimsótti gömlukonuna í Hringjarabænum eftir að konsert Garðars Hólms hjá dagblaðinu Foldinni hafði farist fyrir. Hringjarabærinn stóð nyrst í bláhorninu á kirkjugarðinum, þar sem hann liggur hæst. Þar var tjargað timburhús, skorað eða rifflað, sem svo var kallað, með dálitlu kabissu eldhúsi og stofu niðri, en 2 herbergjum undir súð uppi. Gamli hringjarinn hafði átt hér heima í nokkrar kynslóðir og Kristín hringjarakona naut hans í því að henni var leyft að lafa þarna áfram eftir hans dag. Bletturinn í kringum húsið var á seinni árum sleginn af bæjarstjórninni handa líkhestunum. En fjóskofinn hringjarans sáluga stóð enn á bakvið kotið, þar geymdu kirkjugarðs yfirvöldin draslið sitt niðri, en heitugan af blettinum þessar 10-20 sátur voru hissaðar upp baggagatið og hlaðið þar úr þeim til geymslu fram á útmánuði. Þá sótti heyið sá maður sem hirti hross bæjarins. Ég ekkert að bjóða þér mjólk, sagði konan, þetta hvort sem mjólkin ukkar í Brekkukoti. En hérna á ég svolítið kalt kaffi sem hressing í og ég skal gefa þér með því. Hún kveikti á skjöktaranum yfir kabissunni og hellti mér kaffi í þykkan bolla. Síðan fór hún oní körfuna sína þar sem bakaríiskökunum virtist líða vel eftir lyktinni að dæma, þó ferðin hefði gengið skrykkjótt. En hún gaf mér ekki vínarbrauð, heldur snúð. Ég hefði að vísu heldur kosið vínarbrauð með grænni sykurkvoðu og hindberjamauki. En snúðar voru góðir líka. Í þeim eru kúrennur sem ekki eru í vínarbrauðum og oft gríðarmikill kanell innst í hjarta þeirra. En það kom þá upp úr dúrnum að konan hefði ekki keypt nema 1 vínarbrauð. Og ég efaðist ekki að hún hefði keypt það í sérstökum tilgangi, því þó höfðingskapur væri nóg úr báðum megin við kirkjugarðinn var aldrei brauðlað með neitt og ekkert keypt út í bláin. Nú sneiðir konan fransbrauð, drepur smjöri og kæfu ofan á, leggur sneiðarnar öðrum megin á myndskreyttan kökudisk, hlutar síðan vínarbrauðið í 3 þríhyrninga og leggur hinum megin á diskinn. Þar næst hellti hún mjólk úr dalli í könnu. Hún sagði, af því ég orðin svo náttblind, þá langar mig nú að biðja þig auka leti mína og skreppa fyrir mig út í kofa og láta fyrir mig þennan disk og þessa könnu upp á skörina á heiloftinu handa aumingja músinni. Hvaða mús, sagði ég. Hvaða mús, endurtók konan. Svona spurningum nú ekki einu sinni hægt að svara, Álfgrímur minn. Og farðu varlega með eldinn ef þú kveikir. Ég hræddur að músin ná ekki ofan í könnuna þá arna, segi ég. Og ef hún kæmist upp á barminn, þá held ég hún myndi steypast fram yfir sig og drukna. Þegar ég gef músum, þá gef ég þeim alltaf á undirskál. Skáraðaviskan í barninu, sagði konan. Ímyndar sér að músin hafi ekki lag á að drekka úr könnu. Svona farðu nú að hættu þessari vitleysur í mín og varaðu þig að styggja nú ekki vesaling. Allir vilja fyrirkoma þessu, ekki maðurinn einn, líka hundurinn og kötturinn. Ég brá upp ljósi á eldspýtu og það var kerti í stóðinni. Síðan steig ég upp í stigann og fór sem varlegast,
svo ekki heltist úr könnunni hjá mér og eins til að styggja ekki músina. Þó gat ég ekki að mér gert að lýsa með kertinu upp á skörina og vita hvort ég kem ekki auga á þessa einkennlegu mús sem ekki hefði minni aðrétta en vínirbrauð, auk fransbrauðs með kæfu. Og þar á hann hátt í könnu af mjólk. Eða var það kannski engin sérstök mús sem konan átti við heldur. Músin yfirleitt, músa kynið í alheiminum. Loft þetta var hlutað í tvennt, heyrúm og aðra geymslu og byrðsla á milli. Sá hluti loftsins sem næstur var skörinni var að mestu tómur. Nú var það áliðið sumars að búið var fyrir löngu að hirða þessa bagga sem fengust af hringjara-blettinum. Ofan af loftinu lagði ilm af töðu í verkun. En þegar ég bregð upp ljósinu, sé ég hvar á framloftinu, hérna megin við milligerðina, hefur verið reitt hey á gólfið og gert bæli. Og þar liggur ólítill ströngull, vafinn innan í útlend dagblöð, sé nokkur tölblöð af The London Times, sem í minni æsku var kallað mest blað í heimi og barst hingað stundum utan varning af Englandi. Hvaða gripur var nú það sem Kristín gamli hringjarabænum geymdi hér út á fjóslofti innan í heimsblaðinu Times? Ég hefði kannski ekki verið að forvitnast þetta nánar, hefði ég ekki rétt í því ég ætlaði að bera ofan ljósið aftur, reikið augun í gljáfægða stígvéla skó við hliðina á þessum stranga. Var harður flibbi lagður snirtilega ofan á skóna og doppótt slaufa. Þá fór ég að lýsa á þetta betur. Mér sýnist nú ekki örgrannt að innan í heimsblaðinu Times sé eitthvað byrjað að hrærast. Að vísu var hreyfingin gætileg, eins og með tilliti til þess að reyndar væri blaðið úr pappír. Og meðan ég að rýna í þetta, koma tær út úr þeim enda strangans sem að mér vissi. Það kemur ekki málinu við hvernig mér varð við að sjá þessa sjón miðjanótt upp á fjóslofti hjá henni Kristínu sálugu, enda ætla ég ekki að græna hér frá því. Komdu með ljósið på loftskörina, góði. Ég þarf að tala við þig, sagði Garðar Hólm. Meðan ég var að koma ljósinu fyrir á skörinni, smó söngvarinn út úr þessum stóru dagblöðum. Hann hafði við það sérstakt lag, svo blöðin sakaði ekki. Síðan braut hann þau vandlega saman og lagði þau af sér með umhyggju, smó í skóna og setti upp flibban og slaufuna. Hann tók litla greiðu í slíðri upp úr vasa sínum og greiddi hár sitt með útförnum handtökum og yfirfór með fingurgómunum brotið í buxunum sínum. Og þar satt maður sem enginn hefði trúað að gisti annar staðar en á viðhafnarhótelum, ef ekki hjá landshöfðingjanum. Sjaldan hef ég orðið því jafn feginn og á þeirri stundu að ekki skuli vera til siðs að unglingar ávarpi menn að fyrrabragði. Ég settist á loftskörina og tók upp naglbítinn minn og fór að dunda við að draga út nagla úr skónum mínum. Vinur, sagði Garðar Hólm þegar hann var tilbúinn. Eins og ég sagði þér daginn, þá fannst mér nú standa framalega á grafarbakkanum meðan þú söngst. Ef ég mætti ráða þér heilt, þá á sá sem syngur að standa í tilhlýðilegri fjarlægð við gröfina. En ef það hefur nú verið marknútur, sagði ég.
Jæja, sagði hann, það er ágætt. Ég þakka þér kærlega fyrir söngin samt. Syngdu ævinlega eins og þú söngst daginn. Syngdu eins og þið sért að syngja yfir marknút. Annars söngur falskur. Guð heyrir ekki nema þennan eina tón. Sá maður sem syngur öðrum til skemmtunar fífl og þó enn meira fífl sá sem syngur sjálfum sér til skemmtunar. Ég vil þú gera þér þetta ljóst frá upphafi góði, af því ég líka alinn upp hér í kirkjugarðinum eins og þú. Heldur að ég geti lært að syngja, spurði ég. Það lærir enginn að syngja, sagði hann. Aftur á móti sé ég að þú ert á vondum skóm og mér langar til að gefa þér skóna mína. Það nú alveg óþarfi, sagði ég. Nei, sagði hann, það engin óþarfi. Við erum vinir, þú syngur, ég gef þér skó. Og gerðu svo vel, hér kæfa. Eða viltu heldur vínarbrauð? Síðan átum við söngvarar þar á skörinni nestið sem hún Kristín í Hringjarabænum hafði keypt músinni. Það var ekkert undanfæri. Ég var að fara í skóna hans og hann fór í þrúgurnar mínar. Mér langar til að biðja þig lítilræði, sagði hann. Og það er að klinka vandlega aftur hurðinni að innan og sofa hér á loftskörinni með mér í nótt. Ég ætla að biðja þig að hafa andvar á þér ef einhver skildi berja og fara til dyra og segja við hvern sem spyr að Garðar Hólm óperusöngvari sé ekki hér. Þegar ég hafði orðið við bæn hans og klúrað fyrir kofan að innan og var komin upp á loftskurina aftur, þá tók hann til máls þar sem fyrr var frá horfið. Kæri vinur, sagði hann. Þú spurði mig hvort þú gæti lært að syngja. Ég veit það ekki. Það má vel vera að þú sést efni í söngmann. Það má vel vera að heimurinn gefi þér allt sem hann á best. Dýrð, vald, virðing. Hvað til fleira? Ef til vill hallir og aldingarðar. Eða kátar ekkjur. Hvað svo? Mér langaði svo að biðja þig að segja mér óskulítið til í söng, sagði ég, þó ekki verið nema að syngja einu sinni fyrir mig álfakónginn. Það er aðeins til einn tónn sem er allur tónninn, sagði Garðar Hólm. Sá sem hefur heyrt hann þarf einskis að biðja. Minn söngur skiptir ekki máli. En mundu mig eitt. Þegar heimurinn hefur gefið þér allt, þegar miskunnarlaust og frægðarinnar hefur verið lagt á herðar þér og brennimarki hennar þrýst á ennið þér óafmáanlegu eins og þess manns sem var uppvísað heimsglæp, mundu þá að þér ekki aðhvarf nema í einni bæn. Guð, taktu það allt frá mér nema einn tón. 27. kapítuli. Konferensráðið. Einhver var að reyna að ljúka upp dyrunum. Ég vakna við hrygt í skældri hurðinni og ískrið í brengluðum hjörum. Ég mundi ekki glöggt hvar ég var staddur en fann ég hafði ekki sofið lengi. Töðurlyktin lá þung í vitum mér. Efst í gaflinum, rétt upp undir kverkinni, var tígulmyndað vindauga opið og gegnum það stafaði rauðum geisla, iðandi af ari í sólarupprás. Hvað var ég að vilja hér? Það heldur áfram að hrykta í hurðinni niðri. Ég líti í kringum mig á skörinni og sé að ég er einn. Hvernig hafði ég nú aftur álpast hingað? Eins og mundi að ég hefði verið sendur að hygla músinni. En þegar ég leit í kringum mig,
var þar hvorki krukka né diskur. Hvergi nokkur ummerki þess að hér hefði komið annar maður en ég, ekki einu sinni snifsi af heimsblaðinu The London Times. Allt saman líklega draumur, sagði ég. En sá sem fyndi mig hér, hvað mátti hann halda? Loks hurðinni ýtt frá stöðum og það kallað með unglegri kvenmannsrödd. Hvar ertu? Hérna, svara ég. Og það risin á fætur og farin að klöngrast ofan stigann. Og hver stendur þá á þröskuldinum? Umvafin rauðum geislum aftureldingar. Önnur en litla fröken Guðmundsen, þessi feita gljáandi stúlka. Mér leyndist ekki að hún var vonsvikin að hitta mig fyrir. Jesús, segir hún, hvað ert þú að gera hér? Ekki neitt, segir hún. Ertu einn, spyr hún. Og því játti ég og spyr á móti, hvað ert þú að vilja hingað? Ég er víst galinn, sagði hún. Jesús, er áreiðanlega enginn þarna? Hún beygði sig inn undir dyradróttina og smóg inn gættina, kleif upp í miðjan stiga og gáði upp úr skörina. Hún sneri aftur út á dyrahelluna örvingluð. Segðu mér, hvað varst þú að gera hérna? Segir hún. Ekki neitt, segir ég. Ég sofnaði bara. Einn, spyr hún. Var áreiðanlega enginn þarna? Ég svara, ekki aðrir en þeir draummenn sem kunnað vitja manna í svefni. Dreymdi þig kannski einhvern, spyr hún. Það er annað mál, segi ég, en nú er ég vaknaður. Mér hefur ekki komið dúr á auga í alla nótt, segir hún, og er rétt að segja farin að brynna músum. Ég spyr, hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því? Hvað var það því það, segir hún? Auðvitað því að pabbi minn og mamma lokuðu mig inni hjá sjálfur mér. Þá gæti loksins ég skreið út gluggann þegar fór að birta. Hún settist alveg óvirðulega niður á dyrahelluna með hárið í óreiðu og saltstorku í andlitinu, örmagna. Hún var mjög lausklædd og hafði ekki borðið að reyra sig. Hún var hálfpartin eins og ólöguleg hrúga innan í kjólnum sínum sem hún lét fallast þar niður á dyraþrepinu með þessi stóru hné framundan kjólfaldinum og studdi albónum á hnén með andlitið á kafi í greipum sér og hélt áfram að stumra upp nafni frelsarans. Loks reif hún sig upp úr örvinglan sinni, tók hendurnar frá andlitinu, horfði á mig af snöggri bræði og sagði í þess konar tóni sem hefði efni orðanna: Þú ert í vitorði með honum. Hvar er hann? Komdu með hann. Með hvern, segi ég. Hún endurtók: Með hvern? Með hvern heldurðu? Heldur ég sé einhverja asni? Heldur ég því að vera með einhver ólíkindalæti? Hvað hefur gert í nótt? Ég svaraði: Ekki neitt svo ég viti. Og ég er ekki heldur skyldugur til að standa þér né öðrum reikningsskap af því sem mig dreymir. Þú er alltaf viljið svína best, sagði hún og horfði á fæturna á mér. Þú er stólið skónum hans. Best geti ég trú að þú eðir myrtan. Það var í rauninni ekki fyrir en ég hafði sjálfur séð skóna sem ég var með á fótunum, þessa blanku skó utan úr löndum, að ég samfærðist að mjög myndi ekki hafa verið að dreyma. Skórnir mínir voru furðulegri en nokkur draumur. Ef þú ert að spyrja einn mann, sagði ég, þá veit ég ekki annað en þetta. Hann gaf mér nýju skóna sína og fékk gömlu skóna mína. Og hvort fór hann, spurði hún. Ég hugsaði hann hefði farið í herskipið, sagði ég. Það er ekkert herskip, sagði hún. Þú lýgur í. Þetta skammastu kann. Ég sagði ekki neitt, en lofaði hann að sýna vild sína. Ef satt skal segja fannst mér ekki sæma að eiga orðastað við persónu sem ber upp á mann önnur eins fyrn og þessi stúlka hefði gert við mig.
Við í Brekkukoti vorum óvön slíku tali. Hún heldur áfram að úthella sér í örvæntingarbræði og ofan í votar greipar sínar, eitthvað á þessa leið, og hann pabbi minn sem borgaði fyrir hann árum saman á fínustu og dýrustu hótelum til þess að gera hann frægan út allan heim. 100, 1000, milljón, gulli sem að þveitir í kringum sig, það er gullið hans pappa. Svona fer hann með okkur, svona svífir hann okkur þegar mest liggur við. Og foldin sem hann pabbi minn heldur úti fyrir þessar fáu krónur sem hafast upp úr fiskiríginu. Þetta blað gerir hann garðar hlægilegt í landinu. Jesús minn góður Guð. Og hann sem var búinn að lofa sína mín allan heiminn. Ég geti best trúað að hann veri giftur þessari saltkellingu með lúsakrakkana. Mér fór smám saman að skiljast að þegar svona stendur á er vandi að eiga orðastað við fólk. Orðin hætta að merkja nokkuð ef farið er að æpa. Leið og tónstígin verður að náttúruhljóðum, þá hættir öll tónlist. Ég svaraði engu, en horfði þegjandi á þessa feitu stúlku sitja í hrauk á þröskuldsnefnu við hryktandi útihús, marg fúið og marg uppþornað og löngu hætt að vera í húsatölu. Hún var búin að segja allt og ekkert hægt að segja meira. Og ég var búin að sjá stúlku leysast sundur í vatni. Hún gerði tilraun til að verða aftur að föstu efni með því að fara með kjólfaldinn sinn upp að augunum og þurrka framan úr sér þar sem hún satt. Hún var ekki komin það til sjálfrar sín að hún teldi mig mann, þaðan að síður kallmann að taka kjólfaldinn sinn allalega upp í andlit. Þegar hún var búin að þurrka sér í framan, stóð hún upp og blés af sér sorgarþungan. Birta ársólarinnar var enn rauð á bláum fjöllunum handan sunda og grænni döggslunginni hánni á túnunum, svo og sumarþreyttu rænfanginu á leiðunum. Þetta var svo árdegis að ekki vottaði einu sinni fyrir reyk úr strompinum hjá henni ömmu minni fyrir sunnan garð. Ég rankaði við mér og sá að hér var ekki eftir neinu að bíða. Nær að hypja sig heim fyrir fótaferð. Vert sæl, ég er farin, sagði ég. Hún tók upp sig sokkana og strauk niður sig kjólinn og saug upp í nefið með veruleika hljóði, eins og hún hefði komist að raunum að það þýddi ekkert að vera með þessi læti. Ég hálfgerðu umkomuleysi og uppgjöf biður hún mig að skilja sig ekki sér svona eftir. Láttu mig ekki fara eina í bæinn, sagði hún. Það eru grimmir hundar og fyllir aftar á götunni. Hún strauk hárið frá enninu og spurði, ekki ósköp að sjá mig? Jú, sagði ég. Líti ég ekki út eins og rotimpúra, sagði hún. Jú, sagði ég, en það gerir ekki til. Víst gerir það til, sagði hún. En er von maður líti betur út en þetta þegar maður hefur orðið að skríða út gluggann heima hjá sér? Við skulum koma. Þegar við vorum komin vel á stað ofan Kirkjugarðstíg tekur hún til aftur. Af hverju er þið svona illa við mig? Þú átt við af hverju mér sé svona vel við þig að fylgja þér bæinn á þessum tíma sólarhrings í staðinn fyrir að fara heim að sofa, sagði ég. Er þið illa við mig af því þú ert fátækur en ég er rík? Ég vissi ekki almennilega hverju ég átt að svara og horfði á hana hálf hissa. Aldrei hafði ég áður heyrt að ég væri fátækur. Slíkt og þvílíkt ekki einu sinni flökrað að mér. Ég skildi þetta sem óþarfa ertni. Ef mér er illa við þig þá er það af því þú ert fátæk en ég er ríkur, sagði ég. Skammast þín, sagði hún. Og ég hélt hún ætlaði að byrja aftur. Skammast þín fyrir að vera með skóna hans á fótunum og vilja ekki einu sinni segja mér hvað þú orðið á honum sjálfum. Hvað vilt honum annars, spurði ég. Það skal ég segja þegar þú vilt vísa mér á hann, sagði hún. Annar mál er það, segi ég. Já, þá varðar þið heldur ekkert hvað ég vil hún. Já, nú fer ég ekki lengra, sagði ég.
Nei, ekki fara, sagði hún og greip undir handlegginn á mig. Ég skal einskis spyrja, ég skal þegja. Ég veit ég á ekki með neitt. Ég er bara vittlaus stelpa sem hef sloppið út gluggann. Eitt getur þú sagt mér. Veistu hvað hann er, þú vil ekki segja það? Ég veit öngvan mann, sagði ég, og allra síst hann. Á löngu stétt fyrir fram á foldina og alla leið út af prestaskóla hélt hátíðin áfram. Merkilegur skari hafiði safnast saman svo ekki yrði ofbráður endi þeirrar veislu sem verið hafði kvöldið á undan og það var nú engin dóna selskapur. Ég fékk ekki betur séð en sjálft 1000 ára ríkið væri komið á vettvang eins og því lýst í heilari ritningu. Á miðri götunni voru 50 lestarhross í stertabendu og komust hvorki strönd né lönd, voru margir klárarnir sofnaðir þar sem þeir stóðu með hangandi flipa en reiðingin undir kvið. Þorskhausabakarnir höfðu snarast ofan þegar allt fór í kuðl og lágu eins og hráviði í svaðinu. Nokkrir lausir innanbæjarhestar voru komnir á vettvang ásamt trippum að halda kollegum sínum paról. 3 hérumbil raddlausir sveitamenn í skinnsokkum sátu á dýraþrepum og voru að reyna að syngja yfir kaldan eyði sand meðan þeir létu pytluna ganga. Nefnd dasaðra lóðahunda var lögst með tunguna út úr sér nokkru utar á gangstittinni. 2 sportlegir danskir búðarmenn sem virtust ætla upp á Heklu stóðu álengdar, hölluðust upp á hjólhestum sínum og voru að virða fyrir sér þjóðlífið í hjálendu Danmerkur. Upp á svölum foldarinnar með pílárunum fögru sátu nokkrir kettir út á þekju í 2-földum skilningi því þeir létust hvorki sjá hverjir aðra né óvini sína hundana á götunni. 2 franskir duggarar höfðu lagt sig í göturæsinu og sváfu vert með klossana sína undir höfðinu í skíni þessarar óraunverulegu nætur sólar fast upp við norður heimskautið. Á prestaskólatröppunum skáhalt á móti Guðmundsens búð stóð maður og var að halda sólar upprisu ræðu meðan heimurinn svaf. Hefði eftir eðli hlutarins mátt halda að þar væri komin heilagur Frans af Assisi, eða einhvers á annar frægra dýrlinga sem að mestri snilli hafa predikað fyrir skinnlausri skepnu. Kæri bröður, hestar og fransmenn, hjólreiðamenn og lóðahundar, lestamenn og kettir. Þegar kom hann frá í kemur, það er bara það. 30 verkir á sjó, sá sem ræði hjá Guðmundsson þarf herskip. Kona sem átti börn, hún gefið fisk. Það sést puntstrá og stjarnar út það er volið í Brekkukoti. En sá sem ræði hjá Guðmundsson þarf herskip. Þegar kom henni slóði kemur, kom daginn. Það er bara, 30 verkir á sjó. Sá sem ræði hjá Guðmundsson þarf herskip. Eftir 30 verkir, góðan daginn. Hún sendur heim. Heim í þetta skráþurrar hreyfingalausa bjakk sem þeir kalla land og það er bara, konan fór einsömulust í landbrot. Enda var ég búinn að fá í auga þetta þurra, kjura fýbjakk sem ég er búinn að gleyma hvað heitir. Þegar konferensráðið kemur, þegar konferensráðið kemur, þegar konferensráðið kemur, já, góðan daginn. Það er bara, Kæri bræður, hestar og fransmenn, sá sem er hjá Guðmundsson þarf herskip. Maðurinn sem stjórnar herskip má ekki pung, en það skín vellyktandi stjarna inn gluggann þegar þú kemur úr forranum. Að þekkja hann það er herskipin sem hann myndi gefa þér ef hann ætti herskip. En maðurinn sem á pungana, hann
sem gefur öðrum mönnum herskip, að stíma úr hróðalundrónum í Skildinganes og kraftaverkunum í Gróttu og lifa flott. Það er bara, því svo sem það er hjá Guðmund sem það er herskip. Nú er ekki tilnema þetta puntstrá. En þegar konferensráðið kemur, kæri bröður, hestar og fransmenn, hjólreiðamenn og lóðahundar, lestamenn og kettir, þegar konferensráðið kemur, já, góðan daginn, það er bara, Þessi fylliraftur er eitthvað sneiðan pappa minn, sagði stúlkan og tók fastara handlegginn á mér og greikkaði sporið. Flýtum okkur yfir götuna. Við flýttum okkur framhjá. Við rétt strukumst við nefið á manninu sem var að halda ræðuna. En annað hvort sá hann okkur ekki ellegar hann hélt að við værum